Ułożony ślubny strój, chudy krawcze atlas krój i odmierzaj łokciem śnieżno-biały tiul. Gdy wypieścisz ślubną... Ég ætla sem sé að fjalla hefðir og sérstaklega þó matarhefðir og hefðir gyðinga eru afskaplega gamlar og margbreytilegar og þær eiga sér flestar upptök í Tóra, Mósesbókunum 5, sem þeirra helsta trúarit. Þar eru boðorðin sem sé 613 en nú það svo með hefðir og matarhefðir, þær eru sko margbreytilegar og þær eru margar en það gildur gyðinga eins og okkur hinn að við erum fastheldin á hefðirnar og það frjálslyndi gyðingar sem ekkert að pæla mikið í einhverjum hefðum og fara í synagóguna bara eins og við gerum á einhverjum helstu hátíðisdögum eða þörf krefur, en svo eru náttúrulega aðrir sem eru mjög harðir á hverju einasta litlu boðorði og þar eru þau líka margir ekki á sama máli því að þar takast þeir á stundum vegna þess að það eru til hópar gyðinga sem hafa bara Tóra sem grunn og svo eru aðrir sem eru frjálslyndari, íhaldssamir, kallaðir konservatív, en þeir leggja áherslu á Talmúd líka sem ég veit að Jón á eftir að fjalla og það ekki á þessari dagskrá mér, en það sem sé túlkun rabbína á liðnum öldum á Tóra. En 613 eru þessi grunnboðorð í Tóra og það svo merkilegt að 365 þeirra sem eru neikvæð sem sé þú skalt ekki, þau eru nákvæmlega jafn mörg og dagar sólarsins og svo eru hin sem eru jákvæð 248, þau eru að mér skilst á þessum heimildum sem ég hef lesið jafn mörg og helstu líffæri mannsins og bein líkamans og hvort að Guð hafi bókstaflega verið að pæla í þessu þegar hann ákvað að gefa þeim þessi boðorð, það veit ég ekki, en þetta allavega mjög athyglisvert eins og svo margt í þessari trú og þessum siðum. En mataræði sem sé tölum gyðinglegt mataræði sem kosherfæðu, það að segja hrein fæða, fæða sem óhætt að láta ofan í sig og samkvæmt þessum hefðum til dæmis snerting, hún getur verið mjög varasöm bæði við okkur hinn, við hina óhreinu og líka við fólk til dæmis í veikindum ef það skyldi nú deyja því að dauður gyðingur, jafnvel þó hann sé fyrrverandi hallinumaður í trúnni, hann orðinn líkið óhreint og þetta eitthvað sem ég ætla aðeins að nefna kannski síðar. En hérna, já, ég ætla nú að það var þetta já, ég ætla að fjalla sem sé slátrun, hún þarf að gera samkvæmt mjög ströngu ritúali og það ekki sama hvernig það gert. Við munum kannski eftir því þegar íslenskir sláturleyfishafar voru búin að gera góðan díl við eitthvað Arabaríki að senda þeim fé á fæti, var það ekki, eða ég vil að slátra því hérna samkvæmt hefðum. Það einhverju áratugi síðan, ég man vel eftir því, ég held ég hafi búið þá í Danmörku þegar þetta gerist og það var allt vitlaust í hópi dýravenduna sinna yfir þessum ósköpum að ætla að fara að láta þetta í hendurnar á Arabum sem myndu þá skera dýrin á háls eins og, en það nákvæmlega það sem þeir gera
bæði íslamstrúarmenn og svo líka gyðingar. Og eins og við vitum, við rættum áður að þá náttúrulega íslam sprottið af þessum grunni sem gyðingdómurinn og alveg eins og kristintrú. En hérna, nei, það þetta sem ég boðurinn sem sé hérna jákvæð og neikvæð og ég fór í vitlaus átt, ég að fara í vitlaus átt. Hérna, í þetta datt mér bara í hug að setja inn þessa mynd af fyrrverandi sláturhúsi gyðinga í Kasmírskverfinu í Krakow. Ég gæti trúað að einhver hér hafi komið til þessara yndislegu borgar, Krakow-borgar, sem með fegurri borgum Evrópu að mínum mati. Og þarna í þessu hverfi var lifandi gyðingahverfi fyrir stríð, 60.000 mann sem bjuggu þarna og eftir stríð þá var þar einhverjir fáir tugir ef það náði þá einhverjum tugum. Það var afskaplega fáir sem eftir voru og nú þetta sem sé markaðurinn, svona kólaportera og hérna samkvæmt lögmálinu þá og þetta í sem sé þriðju Mósesbók held ég að þar mjög ákveðið lagt upp með hvers konar kjöt af hvaða skepnum megi borða kjötið af. Ferfætt landdýr sem jórtra og eru með klaufir. Svín eru með klaufir en þau jórtra ekki, svo að svín alveg bannað þar. Gamall vinur minn múslimi, hann skýrði einmitt þessa afstöðu þeirra múslima að megi ekki borða svín með því að Múhameð hafi gengið byggðir fólks og séð að margir sem borðuðu svín urðu fárveikir, smituðust af einhverjum óverum og af því að Múhameð var klókur þá hérna skynjaði hann að þetta var samband á milli þess að borða svín sem átu allt og svo að fá sjúkdóma. Svo hann bannaði að borða svín. Eins var það með víndrykkjuna, hann sá að margir sem drukku vín, þeir fóru að slást og drápu hvern annan. Hann var klókur og bannaði að drekka vín. Svo að þetta einfalt en þetta skylt, menn skýra sína sérvisku með ýmsum hætti. En það sem sé hérna þetta með að vera með klaufir og jórtra. Fugla eru nefndir og þar eru sem sé það náttúrulega ekki, ég held að það sá sem tók þetta niður, hann hafi ekki náð að punkta niður alla fuglaveraldar en niðurstaðan var sú að samkvæmt hérna túlkunum svona sem menn eru heldur tiltölulega sammála það að allir fuglar sem ekki eru nefndir í Gamla testamentinu í Mósesbókunum, í Tóra, þeir eru óhreinir. Og eins er með fiska. Fiskar þurfa að hafa sund eða hafa ugga og hreistur. Og ég fór í smá rannsóknarleiðangur daginn þegar ég var að undirbúa mig og að því ég myndi nefnilega eftir lúðunni, sko. Ég mikill lúðumaður og vissi það að ég hafði séð lúðu á markaði í Kossaröðslu fyrir mörgum árum síðan. Svo ég fór að pæla í þessu og niðurstaðan var sú að lúðan samkvæmt túlkun rabbína hefur ósýnilegt hreistur. Svo að það er niðurstaðan. Þannig að það má borða lúðu og kola vegna þess að hreistur þessara fiska er ósýnilegt. Það óhreinir fuglar eru hrafn og örn og gammur og lóa, þetta kemur okkur ekkert á óvart. Eina sem ég myndi vilja borða lóan kannski, en ég hef aldrei smakkað hana. En það sem sé, maður sér alveg í þessum trúarbrögðum
að það svona skyldleiki eins og til dæmis hrossakjötsátið í kristninni, í kaþólskunni, að bann við hrossakjötsáti gömul arfleifð frá sennilega frá gyðingdómnum. Enda hafa hross ekki klaufir og heldur hófa og ég held að þeir bara jóttur ekki. Ég fór að reyna að velta fyrir mér. Það skiptir engu máli vegna þess að þeir eru brotlegir með því að hafa ekki klaufir, svo að þeir mættu ekkert borða það hvort þið en ég hef aldrei séð hross jóttra. Eitthvað sem hrossamaður hérna? Þeir jóttur ekki? Það nefnilega það. Það okkur það sem ég held. En svo má ekki borða egg og hrogn og skelfisk og skordýr og það verður slæmt fyrir framtíðina því að skordýr verða aðalfæða okkar mannanna eins og menn hafa verið að spá. En flest skriðkvikindi, fleyg og ófleyg og allt blóð og mör. Blóð náttúrulega mjög varasamt. Blóð já, það svo óhreint að jafnvel kona á túr, hún ekki í húsum hæð, nema í sínu eigin húsi og þá má maðurinn ekki hvorki snertana og alls ekki náttúrulega sofa hjá henni. Við kannski komum að því síðar. Rækjukottill náttúrulega alveg bannaður í veislum strangtrúaðra gyðinga, en ég veit það náttúrulega eins og ég sagði áðan að þetta er til fullt af frjálslyndu fólki sem gúffar í sig góðum rækjukottill þó þeir heiti gyðingar. En það annað sem athyglisvert sko, að kjöt af sjálfdauðu sem slátrað fyrir eða kjöt sem slátrað fyrir 3 dögum sem sé eldra en 3 daga gamalt, ef að hræið af dýrinu meira en 3 daga gamalt, þá það talið óhæft til neyslu. Og það einmitt tekið fram í Guðs orði í Mósesbók, 3. Mósebók. Það megi gefa það aðkomufólki. Svo þetta þetta finnst mér vera athyglisvert. Og maður spyr sig sko, þetta réttlæti Guðs að ef við öll erum Guðs börn að þá sé hægt að gefa okkur eitthvað sem þessari útvöldu þjóð óheimilt að neita vegna sérstakra tengsla við almættið. Þetta ekki alveg, maður ekki alveg að fatta svona alla þessa en það svo með gyðingdóminn að hann fullur af heillandi pælingum og vangaveltum sem við fáum kannski aldrei botn í og við eigum eftir að kynnast í framhaldinu. Flest grænmeti, þeir hafa kannski hneigð til þess að vera dálítið veganistar. Þeir mega borða nánast allt grænmeti og ávexti. En það eins og spurning hvernig maturinn matreiddur og hvernig hann meðhöndlaður. Og það til þess þannig með kjöt að það eru sko sérstakir slátrar sem þurfa að taka, sem þurfa að vera sanntrúaðir, hafa skjal upp á það og þeir þurfa að ganga í gegnum ákveðna menntun til þess að fá að slátra og síðan þeir teknir út mjög reglulega. Það eru sem sé rabbinar sem ganga í kostirverslanirnar og fylgjast með og taka út þá vöru sem verið að bjóða. Þannig að það strangt eftirlit með þessu. Nú, strangtrúin gyðingum meinað að snæða við sama borð og við og það líka trú margra þeirra að snerta okkur og ef við hafa nokkurt samneyti við okkur af hinu illa og ég minni enn á Ísak Bashevis Singer, rithöfundinn sem var gyðingur og náði að flýja frá Pólandi rétt fyrir stríð og bjó svo í Bandaríkjunum og skrifaði á jiddísku
langmest af sínum ritum. Hann skrifaði reyndar einhver síðustu verkin á ensku en annars var þetta alltaf á jiddísku og fékk Nóbelsverðlaun. Þessi höfundur, hann lýsir ofsalega vel þessum siðum þeirra og kenjum og eitthvað best, að mínu mati eitthvað besta heimild sem ég þekki þetta kvöldagslíf gyðinga í Austur-Evrópu. Ég vil vera svo sko að sanntrúaðir eða harðtrúaðir eða hreintrúaðir Askenasar sem eru gyðingar frá Austur-Evrópu, að þeir máttu ekki snæða við sama borð og Karaítar sem eru líka gyðingar en af öðrum stofni og eru mjög andvígir því að það sé verið að krukka eitthvað í Tóra, að sé verið að túlka Tóra af einhverjum fyrrum og löngu dauðum faríseum, því að Guðs orð Guðs orð og Tóra bara ein, það bara einn Guð og hans ábending til okkar lífshætti og okkar hegðun allt saman í hans orði í Tóra. Og þeir eru sem sé mjög strangtrúaðir og svo strangtrúaðir að þeir byggu oft í nánum, voru svona ákveðnum tengslum við frændur sína Kassíta, Askenasa, og þeir til dæmis ef þeir sátu yfir líki ef þeir sátu yfir dauðvonamanni þá hlupuðu til og leituðu gjarnan til Askenasa, rabbína úr þeirra röðum til þess að koma yfir, því að ef sá veiki skyldi nú deyja að þá var illt í efni, því að þá var hinn sá sem satt yfir honum orðinn óhreinn og það tók langan tíma að svo eða má það af sér. Þetta var þess vegna mikið mál og þessi samskipti þessara tveggja samfélaga voru býsna merkileg. Ég var búinn að segja að ég skrifaði ég fjallaði aðeins þessa Karaíta í bókinni Huldu þjóðar Evrópu og þetta var lítið samfélag og enn til en afskaplega eins og ég með mynd sem neðri Kassítar eða Askenasi gyðingar, þessir í efri uppi, það eru Kassítar, Askenasar, en þeir neðru, þetta eru sem sé Karaítar, Karaím, og þeir eru undir mjög sterkum áhrifum af Tatturum og þeir bjuggu einmitt upphaflega í aldir með Tatturum á Krímskaga og mál þeirra þess vegna ekki jiddíska, heldur ekki neitt annað mál, það sem því að það af tyrkneskum, af sama sömu rótum og þessara Krímtattara. Já, fæðingin sem sé hún kona talin óhrein viku eftir fæðingu drengs en 2 vikur eftir fæðingu stúlku. Og það spurning af hverju þessi munur. Þetta bara í Tóra og við komumst ekki fram hjá þessu. Og síðan að ákveðnum tíma liðnum þá gengur hún í Guðshús og fær blessun og lýst hrein. Það sem sé þá sá sem fer fyrir trúnni í samfélaginu, það hann sem lýsir konu hreina. En það þarf að líða gjarnan það ekki gjarnan, það
sko, það til karlmaðurinn, eiginmaðurinn fær að njóta ásta með konu sinni eftir barnsburð, þá líður lengri tíma því að hún ekki orðin svo hrein að hún geti verið að sýsla í einhverjum atlotum, svona heldur þurfa að líða 30 dagar frá fæðingu að það minnsta, en það getur farið upp í 40. Múslimar þeir hafa mjög skýr ákvæði þetta. Það eru bara 40 dagar. Þú veist, konan í fríi eftir fæðingu í 40 daga frá kallinu. Og það ekki bara ágætt, Stelbjörg, hvað segir þið? Ég svo sem ekki dómbar á það, nema bara, þetta svona. Það sem mig langar að velta svona í lokin fyrir mér, það sem sé afleiðingar þessar hefða. Þetta eru sem sé mjög strangar reglur samskipti og mataræði og allt lífið mótað af jafnvel hjá sko frjálslyndum lífið mótað af þessum löngu eða sem gömlu hefðum, en hins vegar þá spurningin með afleiðingar hefðanna, hvort að þær hafi verið jákvæðar eða neikvæðar í sögu gyðinga, og ég tók nú þessa mynd. Þetta nú fólk sem sennilega að bíða eftir að vera leitt í gasið í Auschwitz, en það sem sé, það bara ein birtingarmynd af þessum skelfilegu örlögum sem gyðingar hafa nú staðið frammi fyrir aldir. Þetta var ekki nýtt, en þessi gerð útrýminga var reyndar ný, en það hefur margoft gerst í sögunni alveg frá því á miðöldum og fyrr. Náttúrulega brottreksturinn úr landinu helga var náttúrulega ein gerð þessara ofsókna, en svo og þeirra, eins og Jón kom inn á í sínum fyrirlestri, þá voru þessi stöðugu átök við fólkið í kring, og ef það voru ekki átök við hina, þá voru það átök innbyrðis milli ólíkra kvísla. En mér langar að nefna svartidauða 1347 til 1352. Þetta sem sé fyrsta sinn sem svartidauði gekk yfir Evrópu. Hann barst frá svipuðum slóðum og COVID-19 frá Kína. Hann barst með silkikaupmönnum og menn geta rakið slóðina svona nokkur veginn eftir frá upphafi til Evrópu, og þetta var pest sem var svo skæð að hún útrýmdi jafnvel sko heilu samfélögunum, heilu 80% af samfélögum bara hrundu. Það voru tvær útgáfur, annars vegar bólusótt eða menn fengu blöðrur og þeir gátu hugsanlega lifað. Það voru einhverjar það voru nokkuð miklu meiri líkur á því að þeir getu lifað en þeir sem fengu síðan lúnapestina, eða lúnaútgáfuna, og þeir hrundu jafnvel niður bara nánast á augabragði. Og í framhaldi af þessari skelfingu að þá braust út ofboðslegur ótti í samfélögum, og af einhverjum ástæðum beindust spjótin mjög að gyðingum. Og þá spyrir maður sig hvers vegna, og ég var lengi að hugsa þetta, og ég held ég hafi allavega kannski svar. Þetta var náttúrulega bent. Ég held að ég hafi kannski svar. En það getur nefnilega hafa verið svo að vegna þessara ströngu hefða, þessara þetta frá Stuttgart á 17. öld, svo á miðöldum varð Kristur líka
ljósarður og bláugur. Þið skuluð, það ekki til lítið atriði. En það sem ég ætlaði að segja var það að, og enda með því að þessi ótti beindist að einhverjum sem menn þurfti að hafa, menn þurfti að fá útrás fyrir ótta sinn og örvilnan, og samfélög gyðinga voru einangruð. Þeir bjuggu út af fyrir sig. Ef þeir bjuggu í borgum, þá bjuggu þeir gjarnan í gettóum. Orðið getta ekki komið frá Varsjá 1940 eða 41, heldur komið frá Feneyjum á 13. öld. Og það var talað þetta gyðingahverfi, þar var getta, og gettó hefur síðan fylgt þessum sérstöku hverfum eins og í Krakow, eins og ég benti á. Þar var þetta merkilega samfélag gyðinga frá á 14. öld og fram á 20. öld, og þar bjuggu þeir sem sé í sínu hverfi. Þeir höfðu meira að segja múr, og það voru ekki hinir sem byggðu múrin, heldur voru gyðingar sjálfir. Þeir byggu nefnilega við sína eigin bæði helgidaga, og svo voru þeir með sína siði og venjur, og vildu ekki hafa náið samband við hina óhreinu. Og þetta voru svo sem gagnkvæmur vilji oft milli að segja hjá hinum kaþólsku, hreintrúar kaþólskum og gyðingum, að þetta var ágætið samkomulag það að við skyldum bara halda þessu samfélögum aðskildum, og hafa gjarnan múr á milli ef að fólk bjó mjög þröngt. En þetta var sem sé, gyðingar bjuggu sem sé, þeir klæddu sig líka með hætti. Þeir höfðu sérstaka hatta sem voru einkennandi fyrir þá. Þeir sjást nú á þessari mynd þessir topphattar sem þeir voru reyndar neyddir til að hafa á miðöldum, eða á ákveðnum tímum á miðöldum. Ég er nú ekki að alhæfa alla miðaldir, en það var auðvelt að ganga að þeim. Og þá er spurningin, getur verið að þessi ákveðnu bæði hreinlætisathafnir, þeir urðu til dæmis að fara í bað áður en fóru í synagógu, þeir mátti ekki taka í hendina á hinum, ekki að vera með eitthvað kjass gamli vinnur, af því að hvorki innbyrðis eða við hina. Karlmaður mátti til dæmis ekki taka ekki hendina á konu, hann sanntrúaður, réttrúaður gyðingur, hann mátti einu sinni ekki horfa í augu annarrar konu en sínar eiginkonu sinnar. Hann mátti horfa í augu hennar svona á ákveðnum tímum í hófi, en það mátti ekki horfa í augu annarra kvenna, og það var algjört bann. Og þá verður okkur hugsa kannski til íslamstrúamanna sem hafa líka þetta að við mögum horfa í augun, en við mögum ekki horfa í andlitið. Og þeir í stað þess að vera eins og sanntrúaðir gyðingar, að þurfa að horfa strax niður ef þeir sjá konu nálgast eitthvað þar í 100 metra fjarlægð, þá máttu þeir samkvæmt orðinu ekki horfa í andlit hennar og augu, en íslamstrúamenn, þeir náttúrulega spámaðurinn kom svo seint, og hann var búinn að sjá það að þetta voru bölva vandræði að með ekki horfa í, það fjötraði svo kallinn, og hans líf að þurfa að vera horfa undan, þannig að hann setti bara hertu á, eða hvað nú heitir, búrku á konuna, sem eiginlega tiltölulega skynsamlegt miðað við þetta karllæga sjónarhorn. Ég er nú ekki endilega að taka undir þetta, en þetta já. En ég held að það var nú þetta sem ég ætla nú að segja, að leið sem sé að gyðingar fengu yfir sig
ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur ótal sinnum það sem kallað var í Austur-Evrópu pogróm, ofsóknir, misvægar, meðan þeir voru brenndir þarna í þúsundatali á þessum skelfilegu dögum svartadauða 1347–52 sem var til þess að þeir flúðu margir til Norður-Evrópu, til Póllands og Kasimir III var þá konungur í Póllandi og hann bauð gyðinga velkomna. Hann var nefnilega sjálfur að reyna að stækka ríkið sitt í austur og verð skóm hér í land fyrir ykkur og hann þurfti líka þekking og hann þurfti fjármagn sem þeir höfðu og þetta var fólki sem settist að í Austur-Evrópu og þetta var sá staður Evrópu þar sem gyðingar voru langfjölmennastir alveg fram á 20. öld. Þetta var í kringum 1800 var þar sem Pólland var einu sinni þegar Pólland var stærst. Á þeim slóðum bjuggu það bil 80 eða 90% af öllum gyðingum heimsins. Þannig að þetta var gríðarlega stór samfélag gyðinga. Og það spurning hvort að þeir hafi sloppið til dæmis undan svartadauðanum vegna siða sinna og venja, en hvort þeir hafi eins var þurft svo að þola mótlætið einmitt vegna þessara sömu siða og venja. Takk fyrir. Svo ætlaði ég að fara að tala trú og fyrst gyðingdóm og fyrst biblíuna bara og þegar maður er að tala trú og svona gyðingdóm, já þá veit maður svo sem ekki alveg hvaða pól maður á að taka í hæðina. Þið myndu lendi í þeim sömu vandræðum ef þið ættu að lýsa kristni, til dæmis hér á Íslandi, hvað hún snerist. Og ég býstu að ég sé að vaða reikstundum en ég er að lýsa einhverju sem á að vera svona meginatriðin í gyðingdómi en þetta er óskaplega mismunandi hvernig fólk þar trúir. Sumir eru heittrúaðir, hreintrúaðir og öðrum er rétt sama og gera lítið með þetta og allt þar á milli. Þannig að ég vona að ég slambist á eitthvað sem að sé nánast nálægt raunveruleika. Ég ætla að byrja á að tala biblíuna. Biblían er náttúrulega bók sem að 3 milljarðar manna í heiminum byggja trú sína á að einhver leyti, kristnir, gyðingar og múslimar. Og þar eru náttúrulega gyðingar lang flestir og biblían er svo bók sem hefur verið þýdd mest 3000 tungumál sem hún hefur verið þýdd og sjálfsögðu ein mikilvægasta ef ekki almikilvægasta bók í heimi og biblía þýðir sem sagt bara pappírsörk og þetta er fleirtala sem sagt bækur. Og þetta orð er komið frá Fönikíu, hafnaborg Fönikíu sem er svolítið norðan við Palestínu og var mikil siglingaþjóð. Fönikíumenn eru taldir hafa búið til stafrófið okkar og það sést hér efst á þessari steinkirkju og þarna mun standa eitthvað það að konungurinn þeirra sé eigi núna híbýli sín í eilífðinni og það var svo leiðinlegt með Fönikíumenn að þó þeir fyndu upp stafrófið og skrifuðu vafalaust eitthvað merkilegt þá hefur mjög lítið af því fundist. Þeirra bókmenntir eru mestu og miklu leyti týndar. En biblíur eru mismunandi og ég ætla að telja upp nokkrar gerðir biblíunar. Það er í fyrsta lagi hebreska biblían sem heitir Tanak eða Tanaka og það er trúarrit gyðinga og það er mjög nálægt því að vera gamla testamentið sem sagt bók á Nýja testamentisins. Nýja testamentið er kristið rit og tilheyrir ekki gyðingdómi. Þetta er hebreska biblían. Annað er gríska biblían og það er bók sem er kölluð Septuaginta eða 70 manna þýðingin og það var grísk þýðing á þessari hebresku biblíu. Og hebreska biblían var framan af var auðvitað bara lítil mállýska, fámenn mállýska
grískan var aftur heimstungan á þessum tíma og tíma hellenismar sem minnir að ég hafi nefnt síðast. Þá var gríska sem sagt bara enskan og allt sem að heiti hafið þurfti að vera á grísku og þegar að gyðingar fóru að sækja í sig veðrið og þá þótti nauðsynlegt að þýða trúarrit þeirra yfir á grísku og það var gert og ráðnir til þess 70 manns og þess vegna þetta kallað 70 manna þýðingin. Sagan segir að þeir hafa unnið hver í sínu horni og ekki talað saman fyrir þeir komu allir með þykkt handrit og það passaði upp á hvern einasta bókstaf, það var ekki komma öðruvísi, þetta var svo ábyggileg þýðing. En samt sluppu þarna inn nokkrar meinlegar þýðingavillur eins og hornin á Móse og einhyrningurinn hefur valdið miklum vandræðum, það er talað einhyrninga í þessari þýðingu. En þetta var sem gríska útgáfan af hebresku biblíunni og þar flaut ýmislegt með sem að ekki í biblíunni núna. Það var mjög stóran bunka af alls konar handritum og bókum að ræða þegar menn voru að setja saman þessi rit og þau eru þess vegna þó nokkuð öðruvísi. Það sem 70 manna þýðingin, hún er ekki eins og hebreska biblían. Það vantar sumt í hana og annað sem ekki er í Tanakh. Þetta gerðist 150 fyrir Krist, þá er hún þýdd yfir á grísku. Svo eftir Krist þá fer nú boðskapurinn að breiðast út og þá verða til þýðingar. Hérna er mynd af handriti úr Septuagintu og efri myndin þarna er þegar Jósef er að fara frá konu Pótífars, sem með þetta því pínlega atriði. Og þarna neðst held ég að Móses það sé verið að taka Móses í fóstur, sýnist að það sé það sem er að gera. Þetta er síða úr Septuagintu, gömlu handrit af Septuagintu. Og já, ég ætlaði ekki að nefna í sjálfu sér einstakar þýðingar á einstök landsmál nema eitt einlega og það er Wulfílabiblían. Það var þannig að það var biskup í meðal Austgota, þjóð sem að týndist og einlega leiðandi lok á Spáni fyrir árið 1000. En þar var sem sagt kristinn biskup sem héti Wulfíla og hann lét eða vann sjálfur að því að þýða biblíuna á á austgotnesku. Og hún týndist svo, öll austurgermönsku málin týndust og gotneska líka, en þetta rit er til, þess vegna þekkjum við gotnesku. Og þetta er nú bók sem að týndist, en hún kom í leitirnar í Prag og í 30 ára stríðinu svokölluðu, þegar að Svíar réðust suður eftir allri Evrópu, þetta var trúarbragðastríð þar sem tókust á siðbótin og kaþólska. Þá komu Svíar til Prag og rændu bókasafnið í Prag sem var nú ekki svona eins og borgarbókasafnið, heldur fyrst og fremst safn Gersema. Og þar var þessi biblía og þetta er þetta fræga silfurhandrit Codex Argentum sem er geymt í Uppsala og er einhver flottasta bók í heimi og þetta er síða úr henni. Málið sem þetta var skrifað á er týnt nema þetta er heimildin. Svo ætla ég að nefna latnesku biblíuna sem heitir Versio Vulgata eða almenningsútgáfan. Og það var maður sem að hét Hieronymus, hann situr hérna niður í horninu, helgur maður, dýrlingur, hann kom frá Ítalíu og hann fór niður til landsins Helga og tók sér fyrir hendur að snúa biblíunni yfir á latínu, úr grísku og úr hebresku yfir á latneskan texta. Og það er eins og hann hafi ljón undir rassinum, það sjáu þarna alveg niður í horninu, það er að sumu leyti alveg rétt. Hann byrjaði veru sína í landinu Helga á því að hitta þetta ljón sem hafði verið svo óheppið að reka þyrni upp í tærnar á sér og hann tók þyrnan í burtu og ljóni fylgdi honum eftir þá hann sat á því.
En þetta sem sagt latneska útgáfan og þar reyndi hann, þetta gerir hann á árunum 347 til 420 og þar hann að reyna að samræma mörg handrit sem að voru í gangi og reyna að búa til eina bók úr því. Því það var alltaf vandinn, það voru svo mörg handrit, svo margir sem vildu segja eitthvað þetta og draga það saman í eitthvað eitt úrval. Og þetta varð svo viðtekin útgáfa kaþólsku kirkjunnar og þetta í raun og veru bókin sem að Gutenberg prentaði 1456. Það þessi texti eins og Hieronymus kirkjufaðir þýddi þetta á latínu. Og svo ætla ég að nefna mótmælendabiblíuna, það að segja það sem að Lúther þýddi á sitt tungumál. Kaþólska kirkjan hún lagðist frekar gegn því að biblían væri þýdd á landsmálin og vildi hafa skipulag eða stjórn á því hvaða texti væri í gangi. En Lúther hann þýddi þetta á tungumál almennings og það sama var gert hér. Oddur Gottskálksson hann þýddi sem sagt Nýja testamentið og það kom út hér 1540 og fyrsta heildarútgáfan á biblíunni hér á landi var svo aftur Guðbrandsbiblía 1584 og hún byggði á þýðingu Lúthers. Þannig ég búinn að nefna sem sagt hebresku biblíuna, grísku biblíuna, ég búinn að nefna latnesku biblíuna og svo þýðingu Lúthers og þetta svona í stórum dráttum þetta sama bókin en það alltaf einhverjar bækur, einhverjir kaflar sem eru stundum með, stundum ekki eða skotið inn í og margir af þessum köflum eru svokölluð apókrýfrit sem þýðir eiginlega leyndarrit og það eru í stórum dráttum hebreskar bækur sem voru upphaflega á hebresku, voru þýddar og oft hafðar með í grísku útgáfunni, ekki aftur endilega allar í latnesku útgáfunni, ekki í okkar biblíuútgáfum fyrr en síðustu útgáfunni. Og apókrýfuritin komu út hér 94, þá voru gefin út bók sem hét apókrýfurit og það eru svona alls konar sögur sem ekki fengu að vera með í biblíunni, þótt ekki nógu fínar eða ég veit ekki hvað. Það eru sem sagt rit sama efni og svipuðum toga eftir kristna menn. Oft á tíðum eru þau kennd við einhvern til að auka trúverðugleika, þetta Tómasar þáttur eða Tómasar bréf eða eitthvað svoleiðis til þess einhvern veginn að það líti út eins og þetta sé eftir þessa menn. Júdasar guðspjall til og það fær stundum að vera með og stundum ekki, en þetta í nýjustu biblíunni. Og biblía kristinna manna, það sem að í henni Gamla testamentið og Nýja testamentið og orðið testamentið þýðir samningur. Og þessi samningar í Gamla testamentinu það samningur Móses og Guðs á Sínaífjalli sem verið að vísa til. En í Nýja testamentinu það samningur Jesú og Drottins sem verið að vísa til. Og biblía kristinna manna ritsafn og telur 39 bækur og 20 sem í Gamla testamentinu, það 39 í Gamla testamentinu og 27 í Nýja testamentinu, 66 bækur í allt. Guðspjöllin eru partur af því, Mósebækurnar eru partur af því og þið kannist við það og ég, já. Þessar bækur í Nýja testamentinu voru ritaðar svona 50 til 100 árum plus mínus eftir Krist. Þau eru gamlir textar sem upphaflega hafa verið ritaðir á þeim tíma. Og Guðspjöllin 4, af þeim eru 3 kölluð samstofna og 3 þeirra, það Matteusar, Lúkasar og Markúsar Guðspjall, þau eru samin sennilega eftir einu handriti öll því sama,
Svo þær hafa átt eina fyrirmynd. Þess vegna eru þau kölluð samstofna guðspjöld. Jóhannes guðspjöld aftur það ekki. Á 4. öld, löngu seinna, þá orðin þokkaleg samstaða það á meðal kristinna manna, presta, biskupa, preláta, kirkjufeðranna, hvaða rit ættu að fá að vera með í Nýja testamentinu. Og á 5. öld þá komin sæmilega stöðugur grískur texti. Það að segja, menn eru með það á hreinu hvaða bækur eru með í Nýja testamentinu. Það var lengi vel verið að deila það, henda einhverju inn og út. Og elstu handrit Nýja testamentisins, þetta Gutenbergsbiblían, þetta Lúther að þýða, þetta eitt elsta handritið af Nýja testamentinu, bók sem kölluð Codex Sinaiticus, bókin frá Sinai-skaganum, og það frá Katrínarklaustrinu á Sinai-skaganum. Sinai-skaginn það sem að Móse hitti drottinn í sögunni. Og þetta frá 300 til 400 eftir Krist, að sjálfsögðu, þetta handrit skrifað, þetta hér. Þetta Biblíu kristinna manna, en svo höfum við Tanak eða Tanaka sem hebreska biblía. Og hún skiptist í einlega 3 kafla. Fyrsta lagi Tóra sem eru Mósebækurnar 5. Það eru 5 fyrstu bækurnar. Og hún, það segir frá upphafi heimsins, það segir sögu Ísraelsmanna, þangað til þeir komast inn í Kanansland og í því eru lögin, í því eru þessi 613 boð og bönn sem að Þorleifur var að tala á. 365 bönn, eitthvað sem bannað, ekki má gera, og 248 sem sagt boð eins og þú skalt halda hvíldardaginn heilagan, meðan að bann þú skalt ekki drepa mann eða eitthvað þess. Samanlagt eru þau þetta, og þetta eru orð drottins. Þetta kenndi hann Móse, og Móse skrifaði þetta svo niður, þannig að þetta eru orðrétt eftir Guði. Þess vegna má aldrei ekki breyta því. Og þetta ósköp svipað með Allah og bókina sem að hann las Múhameð fyrir, eða lét Gabriel lesa Múhameð fyrir og var svo skrifið niður hver Kóranum. En sem sagt, Móse lærði þessar 5 bækur utan að og skrifaði þær orðrétt niður eftir Guð. Og þessar bækur enda einlega þegar að Móse deyr, sem að gerist skömmu áður en þeir komast inn í landi helga. Svo bókaflokkur, þannig að annar hluti Gamla testamentisins eru bækur sem heita Nebi, og það eru spámannabækurnar. Þær segja sögu Ísraels frá því þeir komast inn í Kanansland, inn í landi helga, og þangað til þeir eru herleiddir. Það sagnfræði. Og svo 3. flokkurinn, það Ketubim. Það eru viskubækurnar kallaðar. Og það eru bækur eins og ljóðin, sálmarnir, spekiritin, Jobsbók og Esterabók og Danielsbók og Króníkubók. Þetta eru bækur sem aftarlega í Gamla testamentinu. Mósebók, eða Mósebækurnar, Tóra, Nebím spámannabækurnar og svo viskuritin, þetta Ketubim. Ritið Tanaka, sem sagt Biblían, Gamla testamentið, hebreska Biblían, byggja sumar á fornum arfsögum, það lýsa raunverulegum atburðum en ekkert endilega rétt og trúlega alls ekki rétt. En það byggja sennilega á einhverju rót í veruleika. Tilgangurinn var ekki að skrá einhverja sögu rétt eins og hún fór fram, heldur var tilgangurinn sennilega miklu meiri að búa til flotta sögu, eitthvað sem að gat stutt okkur í lífinu framvegis, búið til sjálfsmynd fyrir okkur sem þjóð, sjálfsmynd fyrir gyðinga sem þjóð. Og
líka nú er sem sagt stór hluti af Tóra eða Mósebókunum skrifaður í útlegðinni í Babýlon. Og þá eru gyðingar í snertingu við persnesk trúarbrögð og þeir eru meira að segja mjög ánægðir með persnesku leiðtogana og trúarbrögðin Kýros því hann gaf þeim jú frelsi, hann losaði það úr útlegðinu og sagði þeim frá heim og þeir með byggja mustrið. Og vafalaust flaut mjög margt úr trúarbrögðunum sem Kýros aðfylltist og persarnir, Saraþústratrúni, inn í kristnina og situr þar enn. En sem sagt upphaflega Gamla testamentið og sérstaklega Mósebækurnar, Mósebækurnar segir, þær eru skrifaðar færðar í letur á útlegðartímanum, svona 500 fyrir Krist. Og elsti textinn í Gamla testamentinu talinn vera ljóð sem heitir Sigurljóð Debóru og í Dómarabókinni. Það líklega samið á 9. öld fyrir Krist, það það elsta. Það álitið, það ekki sannað. Tóra efnislega samin á 7. öld og sennilega í Babýlon, í Samaríu og Júdeu, efnið. Og svo þvælist þetta í handritum alveg eins og kristnanum miklu lengur og hún hebreska biblían fullgerð á dögum Krists, svona það bil. Og hún þessna trúarbók Jesús. Hún hefur verið ritið sem hann trúði á. Og höfundar Nýja testamentisins, sem við veitum nú ekkert mikið hverjir endilega, þeir gengu greinilega út frá því að það væri satt sem stóð í Gamla testamentinu. Þeir trúðu Gamla testamentinu. Gengu út frá því að það væri sannleikur. Nú, spurningin vaknar hvenær skildi svo gyðingdómur og kristindómur. Og það ekkert eitt svar við því. Þau eru lengi að þróast í sundur, en það byrjar ekki fyrr en eftir Kristsburð. Kannski sprettur það upp að einhverjum flokkadráttum sem voru áður. Það voru flokkadrættir eins og milli Farísea og Saddúkea og Essena og fleiri greina innan gyðinga og kannski þróaðist þetta svo út í það að verða þessi tvö trúarbrögð. En mikilvægastu tímamótin í þróun kristindómsins eða aðskilnaði kristindóms og gyðingdómsins sennilega þegar musturinn, þegar uppreisnin verður árið 70 eftir Krist. Og ennþá meira 135 eftir Krist þegar gyðingar eru alveg reknir frá landinu helga, eins og ég var að tala síðast. Lengi vel voru elstu handrit Tanaka eða hebresku biblíuna sem til voru frá 900 til 1000 eftir Krist, sem svo frekar ung. Og það helgaðist meðal annars að því að gyðingar höfðu þann síða þeirra bækur, Tóran, sem helgasta bók þeirra, þegar hún var orðin slitin, þá var hún jörðuð. Hún var bara lögð í gröf og jörðin geymd hana. Þeir sem sagt héldu ekki upp á gamla bækur, þeir jörðuðu. Það nú mjög sniðugt að við hefum fundið þetta því líka. En svo kom þessi merkilegi fundur bæði í Egyptalandi en sérstaklega í Dauðahafshandritin sem fundust 1947 og þar fundust miklu eldri handrit af hebresku biblíunni heldur en áður höfðu verið til. Þar fannst Jesaja bók sem var frá 240 fyrir Krist. Þetta brot af þeirri bók sem fannst þarna í þessum hellum út í eyðimörkinni, skraufþurrir hellar og þar hafði verið falin handrit, sennilega út af einhverju stríðsátökum og menn hafi viljað vernda þau og svo finnst þetta. Og þetta gríðarlegt magn og fyrst ganga nú þjófar í þetta dálítið mikið og selja þetta á svona bara mörkuðum en það finnst samt heilmikið og sem sagt sýna hvernig þessi rit höfðu þróast líka.
Já, þetta svolítið þvæli hvenær þessi rit eru samin, hvenær þeim eru söfnuð saman í eitt, hvenær þau eru gefin út, hvenær þau eru þýdd og hvað heyrir í raun og veru til og hvað ekki. En gyðingdómur sem sagt nafnið á trúarbrögðum gyðinga og það þó að ýmislegt sé sameiginlegt þá það í grundvallaratriðum þeirra trúarbrögð þó nokkuð öðruvísi heldur en okkar, kristinna manna. Segi okkar bara eins og við séum öll sannkristin, ég veit það ekki. En gyðingdómur eingyðistrú af svokölluðum abrahamískum stofni því að Abraham þá sagður vera upphafsmaður trúarinnar. Og hann ættfaðir og upphafsmaður, ættfaðir sem sagt bedúína, kristinna manna og gyðinga og hann upphafsmaður trúarbragðanna gyðingdóms, islam og kristindóms. Og gyðingdómur sagður vera elsta þekkta eingyðis trú sögunar. Hún hvað? Ég fór alveg út af sporinu þetta. Var ég sem sagt ekki í mynd? Ok, það hefur verið bent á vissu tímabili áður en þetta var, áður en að saga gyðinga hefst. Þá hafi verið tímabil þar sem einn faraóinn í Egyptalandi hafi boðað eingyðistrú, trú á einn guð. Það virðist ekki hafa náð mikilli rótfestu sú trúarbrögð en hún var allavega til og ekki ósennilegt að einhvers staðar hafi menn komið niður á sömu hugmyndina að það sé bara einn guð til. Gyðingdómur, hann hefur ekki í 2000 ár haft neitt svona trúarlegt yfirvald. Á sama hátt eins og til dæmis kaþólska hefur haft undanfarnar aldir, þar páfinn. Á sama hátt eins og til dæmis Íslam hafði lengi, þar var kalífi og múslimar höfðu sem sagt eitt yfirvald trúarinnar sem var þessi kalífi alveg þangað til í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar þegar kalífinn var einlega settur af sem að þá var í Istanbul. Síðan hefur engin kalífi verið í Íslam. Ísis sagðist stofna kalífadæmi, ætla að gera það viðurkennir það í raun og veru enginn, en það ekki neitt kalífi núna. Og gyðingdómur hefur engan æðsta prest. Það voru æðstu prestar til þegar þeir áttu musterið en eftir það engin æðsti prestur. Æðsti presturinn Tóra. Það bara grunnstykki trúarinnar. Gyðingdómur ekki einsleið trúarbrögð, það eru svona variansar á henni. Það voru strax Krispur, það voru mismunandi stefnur uppi. Saddúkear og farísear og essenar voru svona hreintrúarstefna. Sumir segja að Jesú hafi verið esseni. Seinna urðu til tvær svona meginstraumar og það eru þetta sem við höfum oft nefnt, serafar sem voru í Suður-Evrópu, askenasar sem voru í Þýskalandi og dreifðust svo austur til austur og norður eftir Evrópu. Það gerðu greinarmunur á hreintrúargyðingu sem að Þorleifur sagði frá síðast, þeir sem eru róttækir, þeir eru mjög orþódox hreintrúaðir og svo hinir sem eru frjálslyndir. Það til sérstök stefna sem að kom upp á 18. öld í Austur-Evrópu sem að hasidismi, sem hreintrúarstefna og svona tilfinninga þrungin trúarbrögð. Það kannski þessi staðalímynd af gyðingnum kall, hann með hatt svartan, hann með lokk sem að lafi svona hérna niður, klæði sig í svart, konurnar síðar ermar hátt í hálsinn, mjög siðlegur klæðnaður og sem sagt hreintrúarfólk. Það gjarnan hasidistar.
þó að þessi munur sé á milli svona einstakra stefna, þá hefur verið alltaf mikil eining meðal gyðinga trúarbrögð. Það eru áherslumunir, þeir hafa aldrei farið að drepa hvern annan út af því, eins og sítar og sunnítar hafa gert í islam, eins og kaþólskir og siðbótarmenn hafa gert í kristni. Það var aldrei orðið svo hörð átök innan gyðingdómsins. Það sameiginlegt öllum þessum stefnum og það dregur enginn þeirra neitt í efa að Guð hafi fengið þjóðinni sérstakt hlutverk og í Tóra standi hvernig maður eigi að rækja það hlutverk. Það allir jafn sammála það. Og þó að gyðingar séu dreifðir allan heiminn og búi við mjög mismunandi aðstæður, þá líta þeir á sig sem eina heild. Það hefur auðvitað kvarnast út úr hópnum. Það eru margir sem hætta að leggja neinn rækt við gyðingdóminn og hverfa yfir einhver önnur trúarbrögð. Þeir eru jú ekkert voðalega margir í heiminum, þannig að þeir ættu að vera miklu fleiri. En það var margir horfið af vettvangi, en þeir sem eru gyðingar, þeir líta á sig sem eina heild. Ágreiningur innan gyðingdómsins einkum 3 svona grundvallaratriði. Eitt Tóra, sem sagt. Hvaða þýðingu eiga þessi lög sem að standa í Tóra að hafa? Það til það sjónarmið að þau séu orð Guðs og það skuli fara nákvæmlega eftir þeim. En drottinn minn, þetta var fólk sem var nýkomið út úr eyðimörkinni. Það var fangar í Babýlon, höfðu verið herleitir sem voru að semja þessi lög eða allavega skrifa þau niður. Þau eiga bara dæmalaust illa við margt í dag, eins og til dæmis það sem að Þorleifur var að nefna mataræðið. Það alls konar boð og bönn í Tóra sem eru í sjálfu sér bara alveg fáránleg og eiga ekkert erindi við nokkuð í heiminn í dag. En sumir halda því fram að þetta sé í raun og óumbreytanlegt og menn megi ekki víkja frá því sem að þarna stendur nema í sem allra minnstu mæli. Það sem hvaða þýðingu hefur Tóra eitt sem það greinir á. Mjög snemma urðu til eins konar kennimenn sem eru kallaðir rabbínar og þeir höfðu margvíslegt hlutverk, þeir voru kennarar, þeir voru ráðgjafar og eins konar prestar stjórnuðu athöfnum og túlkuðu Tóra. Þeir sögðu, þeir voru þeir sem að reyndu að finna út úr því hvernig framkvæmum við þessi lög sem eru svona ólík okkar tíma núna í okkar tíma. Hvernig framkvæmum við þetta í New York ef við búum þar? Hvernig framkvæmum við þessi eyðimerkurlög þar? Rabbínarnir sem sagt eru að túlka og það deilt. Þeir hörðustu eru gegn því að það sé eitthvað verið að túlka, til frjálslyndustu eru á því að menn skuli líta á Tóra sem svona leiðbeiningu, finna andan í þessum lögum og svo nota þau svona sem viðmið en alls ekki endilega hlýða þeim gjörsamlega. En rabbínarnir, þeir eru sem sagt þeir sem að túlka. Þeir gerðu það fyrst bara munnlega og það var til svokölluð munnleg Tóra, en svo var hún skrifuð niður og svo hafa verið samdar þykkar bækur það hvernig menn eigi að umgangast þessi lög og það Talmúd bækurnar. Það eru verk rabbína það hvernig á ég að túlka sem sagt. Hvernig á ég að túlka Tóra? Og þetta eru menn ósammála hvaða leyfi hafa rabbínan til að víkja í raun og veru frá þessum lögum. Og svo deila gyðingar eins og allur heimurinn afstöðuna til Ísraels ríkis. Það að sumu leyti nútíma deila eftir að Ísraels ríki kom til. En það líka að deila sem að teygir sig til hvernig menn skuli lifa í samfélagi við aðra. Hversu mikið menn skuli blanda gyði og hversu mikið menn skuli einangra sig. Þetta eru þessi 3 ágreiningsefni. Það Tóra, hversu bókstaflega, það rabbínarnir, hvað mega þeir og hvað með Ísraels ríki.
Skoðum aðeins Jafi. Sennilega tilheyrði Jafi endur fyrir löngu guðahópi kanónsmanna. Og sá hópur kanónsmanna þeirra kanónsguðana sem að hann var í, fyrirgefðu, ég ætla að segja, sá sem fór fyrir hópi guðana í Kanánslandi, það var æðsti guð sem hét El. Hérna, þetta nú Abraham. Og hann fastur hérna, svo ég næja hann ekki burt. Þetta fólk situr í skauti Abrahams, eins og segir í Biblíunni. Það vil ekki fara. Jó, þarna höfum við El og hann í morgunslokk. Það ekki tilmarga myndir á hann, en þetta sem sagt guð sem að var æðsti guðinn þetta leyti í landinu Helga sem seinna var, eða Kanónslandi. Þetta sennilega fyrsti guð Ísraelsmanna, gyðinga, því þeir spretta jú upp, eins og kom fram síðast, þeir verða til þarna. Þeir ekkert komnir með Abraham austan frá Úr, þeir verða til í þessu landi. Og þessu landi tilheyrðu þessi guðir og það voru þeirra guðir. Þetta var El og orðið El í Ísrael, það þýðir Guð deilir. Nafnið Ísrael þýðir Guð deilir og þetta El nafnið á þessum guði. Guð deilir, Guð berst. Þetta herskárguð, hann hernaðarguð trúlega. El bjó upp á fjalli. Upp á því fjalli voru upptök allra vatnsfalla í heiminum. Þau runnu niður af þessu fjalli, svo hann var vel settur. Hann var giftur gyðju sem hét Asera og hér mynd af Asera. Og þau áttu 70 börn. Það var ekki mikið guður geta allt. En hann hefur náttúrulega orðið ekki geta fylgt reglunum sem að Þorleifur fulltrúi fyrir hófsemi í þeim efnum. Sennilega var einn af þessum 70 Baal sem að mikið talað í Gamla testamentinu og mjög illa. Men það var sem falsguð og þeir börðust gegn honum. Sennilega var líka einn af þessum börnum Jafi, trúlega. Eða sá sem seinna varð Jafi, við vitum ekki hvað hann hét þá. En þetta sennilega bara sprottið upp í þessari fjölskyldu. Ein saga til sem segir að Jafi, eða sá sem seinna varð Jafi, hann hafi ráðið niðurlögum allra þessara svona. Hann hafi unnið í einhverju svona samkeppni. En þetta allt mjög óljóst, nema á kannski það. Sá sem seinna varð Jafi sennilega sprottin upp úr guðafjölskyldunni sem var bara við völd í Kanánslandi. Vafalaust voru gyðingar í upphafi eins og kanónsmenn, eins og þeir sem trúðu á þessu guði, fjölgyðistrúar. Þeir höfðu svona marga guði, kannski einn yfirguð en svo aftur svona svipað eins og í nýju stjórninni hérna verkefni sem að menn hafa guði taka að sér og El kannski yfirguðin. Seinna verður Jafi þessi yfirguð. Hann nær völdunum frá föður sínum eða þessum æðsta guði og verður þjóðarguð Ísraelsmanna. Það eitt formið af fjölgyðistrú að menn viðurkenna einhvern einn sem æðsta guð, sinn guð, en afneita ekki að það geti ekki aðri guði verið til. Og þeir hafa sennilega verið svoleiðis lengi framan af. Og þeir voru sem sagt, það sem sagt einhver tíman eftir konungatíman, eftir sem sagt árið 1000 fyrir Krist sem að spámennirnir fara að tala að Jafi sé eini guðinn. Það eins og þá verði hugmyndin eingyðið til, eða þá sjáum við fyrst merki hennar. Og það trúað að gyðingar hafi, eða sumir gyðingar hafi haldið lengi við fjölgyðistrú, búið
búið við hana eða haft hana hönd jafnvel fram til Krists þó þeir nafninu til væru eingyðistrúarmenn. Í útlegðinni, það þessi mikla bylting sem að verður á gyðingum í útlegðinni þegar þeir eru herleiddir til Babýlon. Í útlegðinni þá verður það eins og skýrt að það sé bara einn Guð. Það sé engir aðrir guðir. Og það líka tíminn þegar þeir skrifa niður Mósebækurnar. Þangað til hafa þeir ekki verið skrifaðar niður, heldur geymdar í munnlegri geymd. Þessi Guð, þessi Jahve, hann birtist mjög mismunandi hátt í Gamla testamentinu. Og að ég tala nú ekki ef við færum hann yfir í Nýja testamentinu, skoðum að þar. Í elstu heimildunum þá hann stríðsguð og hann dæmigerður fyrir Guðs hugmyndir í Austurlöndum nær og hann engan veginn almáttugur. Hann þvert á móti nánast eins og bara mannlegur höfðingi. Og hann heitir stundum El og hann heitir stundum Elohim og hann heitir stundum Jahve og stundum nafn hans ónefnanlegt. Og Jahve einlega tilraun til þess að nefna hann einhverju nafni án þess að nefna hann því nafni, því það má ekki. Hann oft grimmur, dyntóttur, hefnigjarn og hrokafullur. Ég veit ekki, kannist ég við bók sem heitir Jobsbók. Hún dálítið löng, ekkert voðalega, hún nokkur tugir síðna, en hún mjög lærdómsrík Jahve, en hún snýst einlega Job, sem ríkur gyðingur. Drottinn, altså Jahve, og fjandinn, þeir eru að ganga saman, þeir eru svona í treining og bara að rölda gyðingaland. Og þeir fara svona að spá í hversu trúaður Job, sem hafði nú verið guðhræddur maður, hversu trúaður hann væri í raun og veru. Og þeir veðja einlega það að Job, ef það komi nógu margt erfitt, slæmt fyrir Job, þá mun hann ganga af trúnni. Og Drottinn alveg til, Jahve alveg til í þetta, veðja við fjandann, sem virðist vera svona svipaður eins og kannski ráðherra í ráðuneyti. Þeir eru svona einhver stjórnendur svona rölt og spjalla líð og tilveru. Job, og þeir ákveða að veðja það að fara nú djöfull illa með Job, láta hann missa allt, heilsuna, eignirnar, konuna, börnin, það gerist allt illt fyrir Job sem hugsanlegt Og þetta til að bara prófa hvað Job endist í trúnni ef þetta gerist. Og hann endist og endist og endist, það kemur smá efi að hann síðast, en niðurstaðan í sögunni svo að Job, að Drottinn sem sagt heldur skammaræðu yfir Job af því að hann hafði farið að efast Guð, og niðurstaðan þú átt ekki að reyna að skilja, af hverju eitthvað gerist, þú átt að hlýða. Drottinn ræður því sem gerist og þú átt bara að taka því, verð ekki að velta því fyrir þér því það ekki þitt mál, þú átt að hlýða. Og það þessi hlýðni sem að Abraham sýndi þegar hann átti að fara að fórna Ísak, sem nánast kjarninn í gyðingdómi og allt öðruvísi heldur en í kristni. En Jobsbók bara skyldulesning yfir jólin. Geti hlaupið yfir miðjuna, það dálítið endurtengur samt, en í endinn þetta flott saga. Já, framan af var Guð sem sagt alls ekki góður, eins og muniði til dæmis þegar hann sprengdi í Sódómu í loft upp, hann sendi syndaflóðið, hann drap allt fólk, hann sendi plágurnar 10 til Egyptalands, páskarnir eru haldnir í minningu þess að í einni plágunni sem hann sendi Faraó og Egyptum til þess að losa Ísraelsmenn þaðan í burtu var svo að drepa alla frumburði. Ísraelsmenn þeir áttu að mála með blóði á dyrnar hjá sér, lambsblóði á dyrnar svo að Drottinn engil dauðans færi þar framhjá. Og páskarinn þýðir að ganga framhjá, framhjá ganga. Og það þýðir
að sérst, Guð drap öll börn, alla frumburði í Egyptalandi bara til þess að kenna faraó sína lexíu. Það var búin að gera margt ljótt áður. Þeir Móse voru einu sinni að tala saman þjóð sem héti Mídíanítar og Móses endursagði það hermönnunum í Ísrael, sagt frá þessi 4. Mósebók, og þá segir drottinn, hann er að gefa honum fyrirmæli, drepið því öll piltbörn að lokinni orustu. Drepið og allar þær konur samræði hafa átt við karlmann. En látið öll stúlkubörn eigi hafa átt samræði við karlmann lifa handa yður. Þetta segir Guð. Þetta segir Jahve við Móse. En Guð, Jahve engiði, hann eini Guð. Og það segjum við að okkar Guð sé líka, en það ekki alveg svo einfalt. Sé einn Guð, þá hann ábyrgur fyrir öllu góðu og illu. Það engin annar sem ber ábyrgð á því illa eða bara einn Guð. Við segjum líka að okkar Guð sé almáttugur, en við höfum fundið upp fjandann. Og fjandinn í raun og á bak við flest sem hefur illt gerst með mönnum. Það ekki Guði að kenna það sem að fjandinn gerir. Þvert á móti, hann bara óþverri og hann lætur ljóta hluti gerast. Guð alltaf að reyna að bjarga okkur frá því. Þetta ekki eingyðistrú. Þetta einlega orðið dúalismi eða tvíhyggja. Það einn slæmur sem ræður því slæma, einn góður sem ræður því góða. Og þetta hálfgett svindl, við ekki alveg ekta svona eingyðistrúar fólk. En það voru gyðingar. Það fór ekkert á milli mála þegar hann var að tala við Job, hverjum hið illa var að kenna. Já. Þannig að þetta merkingin í því að Guð sé einn Guð. Gyðingar trúa á Guð sem yfirnáttúruleg eilíf vera, þar að segja hann handan tímans, hann fæddist aldrei, hann deyr aldrei, hann byrjaði aldrei, hann endar aldrei, hann bara eilífur. Það skapaði hann enginn og hann alvitur, það stendur meðal hans í Jobsbók, þar að segja hann veit allt sem búið að gerast, hann veit allt sem mun gerast, þess vegna þetta einkennilega ævintýri með Adam og Evu sem hann vissi vel hvað mundu gerast. Hann almáttugur, þar að segja hann getur gert allt. Eina sem dregur það í efa spurningin það hvort hann geti búið til svo stóran stein að hann geti ekki lyft honum sjálfur, en allt annað getur hann gert. Hann skapaði allt, bæði illt og gott og stjórnar öllu og gerist eitthvað illt, þá það líka af völdum Guðs, en gyðingar hafa á því það svar að það sé af því hann réttlátur. Hann bara að láta illt gerast til þess að refsa þeim sem hafa brotið af sér. Það ekki af því hann langi til að vera vondur, þvert á móti. Hann bara svo réttlátur og hann lætur illa hluti gerast. Ég skiljanlegur fyrirgefið. Eða á ég að fara í Hvítasundsöfniðinni. En hann breytist úr því að vera svona briskur, hernaðarsinnaður Guð og yfir í að vera þessu óskaplega voldu og fígúra sem gyðingar voguðu sér ekki einu svona nefna á nafn. Og það svolítið svoleiðis hjá okkur ennþá. Guð okkar hefur engin sérnöfn. Hann heiti Guð eða drottinn og það hvort ekki svona tegundarheiti. Hann stundum kallaður dómari eða almáttugur eða eitthvað svona orð sem lýsa honum, en hann hefur ekki sérnafn eins og ég heiti Jón og Allah heitir Allah. Í Íslam hefur Guðinn sérheiti, en í gyðingdómi og kristni ekki. Það aðeins að tala kristni og gyðingdóm, og kristni hún spratt upp á tímum seinna musterisins. Þá sem sagt gyðingar komin aftur úr útleiðinni fyrir löngu, þeir eru búin að byggja upp musterið aftur og þar fer trúarathafnirnar fram og Heródes búin að stækka þetta musteri mjög mikið og byggja við það og það á þeim tímum sem að Jesú kemur frá.
Og hann, eins og ég sagði, hann gyðingur, hann trúir á Gamla testamentið og það sem í því stendur. En svo fljótlega og sérstaklega eftir árið 70 og aftur eftir árið 137 eftir Krist fara vegirnir að skiljast, vegir kristninnar og gyðinga skiljast. Og seinna verður meira eða minni fjandskapur. Þó að þeir sprett upp af sömu rót, þá oft á tíðum vex upp á milli þeirra, sérstaklega þegar þeir komið til Evrópu, mikill fjandskapur og tortryggni þar sem að þeim finnst þeir vera heiðingjar og villtrúmenn þó þeir séu í þessa sameiginlegu rót. Hvað var það sem að greinir, eða hvað það sem að greinir á milli þeirra? Og það til dæmis það að kristnir segjast aðhyllast lögmál Guðs eins og það boðað af Jesú í Nýja testamenti. Kristnir menn trúa á það sem að Jesús sagði Guð. Það gera gyðingar ekki, þeir viðurkenna ekki Jesús. Kristnir menn segja stundum að hann sé Messías, hann sé sá sem að koma skal og muni bjarga heiminum. Gyðingar trúa því alls ekki. Þeir enn að bíða eftir sínu Messíasi. Hann verður allt öðruvísi. Svo sagt að kristnir menn, þeir leggja áherslu á hugarfarið, þeir leggja sig í líma við að vera góðir og gera rétta hluti af því þeir hafa siðstyrk. Þeir hafa siðferði inn í sér sem að stýri því. Og það kallað orthodoxí. Meðan að sagt að gyðingar, þeir geri gott bara af því þeir að hlýða einhverju reglu, en ekki af því þeir endilega finnist það sjálfum eða vilji það sjálfum. Þeir séu bara fyrst og fremst hlýðnir og með þeir hlýða reglu sem góð, þá gera þeir gott. Ég kannski ekki skiljanlegur með þennan mun, en þetta grundvallar munur. Kristnir menn þykjast vera góðir af því þeir hafi einhvern siðstyrk sem stýrið, einhvern kompás, siðrænan kompás í höfðinu sem lætur þá gera rétta hluti og lætur þá vilja gera rétta hluti, meðan að gyðingar, þeir kunna bara Tóra og boðorðin, þeir bara gera það sem stendur í þessum lögum og boðorðin ekkert endilega góðir, en þeir gera samt góða hluti meðan þeir hlýða. Þetta dálítið kannski grundvallar munur. Annars vegar getum við kallað þetta guðhræðslu, sem að væri þá það sem gyðingar sína, og hins vegar guðsást sem ætti þá að vera það sem að kristnir sína. Það dálítið munur. Kristin trú, hún leggur áherslu á frelsun einstaklingsins, meðan að gyðingar eru oftast að tala þjóð. Og þegar að þeir voru að mynda sína trú, þá voru þeir við alltaf aðstæður og kannski tiltölulega lítill hópur, umgirtur óvinum og auðvelt að draga mörk í kringum hann. Og þeir létu einhvern veginn í tali sínu við tali Móses og Javes og Abrahams og Javes, þá eru þeir alltaf að tala þjóðina. Þeir eru ekki að tala einstaklinga. Meðan kristni alltaf að tala einstaklinga. Kristni trúa á heilaga þrenningu og Guð sem varð að manni, meðan að Guð gyðinga aðeins einn og hann hefur aldrei farið í gervi manns. Það einn þrálátasta deilan í kristinni trú var fyrsta ormenna var einmitt hvers slags fyrirbæri þessi Jesús, hann Guð eða maður eða hvortveggja eða hvorugt. Slíka deilu hafa gyðingar aldrei átt í. Það engin spurning fyrir þeim. Guð bara þarna. Og hann blandar sér ekki við menn. Það miklu lengra á milli hjá þeim, heldur nokkuð. Svo telja gyðingar Jesú ekki vera Messías, þann sem koma skal. Og í gyðingdómi lítil áhersla á annað líf. Það er gert ráð fyrir að góðir menn fari í faðm Guðs, en þeir eru miklu meira að tala að menn taki refsingu út fyrir illvirk sín hér á jörðinni. Ekki bara í öðru lífi eins og
í kristindómi. Þeir trúa ekki á erfðasyndina. Það gera kristnimenn. Þeir stunda ekki trúboð. Það er bara mjög fjarri þeim að þeir vilji snúa einhverjum við. Þeir vilja að aðra þjóðir fara að haga sér eins og þeir gera. Og þeir hafa einlega eins konar loforð Guðs fyrir því að þeir verði lampi þjóðana eins og það heitir. Þeir muni lýsa öðrum og aðrir muni fara í þeirra fótspor, en ekki með því að þeir senda eitthvað trúboða og segi trúboðunum að kenna einhverjum heiðingum að vera gyðingar, þvert á móti. Þeir sem að fylgja í fótspor þeirra, þeir eiga að gera það af því þeir sjá að þeir eru útvalið þjóð og þeim vegnar vel. Og þeir hafa ekki trú á meinlæti. Og það hefur aldrei orðið neinn siðbót eða gagnsiðbót í gyðingdómi eins og varð í kaþólsku þegar að siðbótin kom til. Já. Ég held að ég sé að gjör nálægt í að svæfa ykkur, oftast þar. Og ég var að hugsa hvort að við ættum ekki að gera þetta svolítið líka. Tala pínlítið síðina þeirra, það er á svipuðum slóðum eins og hann var Hólmvegur, en nú hefur einhver Við byrjum á bænir. Það er sem sagt kallar eiga að biðja 3 á dag. Það er ekki eins mikið hjá múslimum. Ég hef kannski sagt ykkur einhvern tíðan söguna af því þegar að Múhameð fór í heimsókn upp til himna og hitti Móses sem fræg ferð. Hann fór einmitt af klettinum í Jerúsalem sem ég var að tala um. Hann flög þó upp til himna og var með Gabriel. Og þeir fóru og hittu sem sagt Móse og voru svona spjalla Móse og Múhameð trúna sem að Múhameð ætlaði að fara að starta þarna niður á jörðu og Móse spurði hvað varstu að hugsa að láta biðja oft á dag? Og Múhameð hann sagði ég var að hugsa svona 70 sinn. Og þá sagði Móses það er allt og mikið, það þolir engin maður, það var bara 5 sinnum og niðurstaðan hjá gyðingdómi var að það er bara 3. Þeir eru að biðja 3 á dag og helst í hóp og það er ekkert að marka kvenmannsbænir, þetta verður að vera karlmannsbænir. Þeir þurfa helst að vera 10 til þess að þetta sé svona alveg. Drottinn reiðist, drottinn gyðinga er mjög reiðigjarn og hann reiðist ef að það næst ekki saman 10 manns í hóp til að biðja. Mikilvægasta bænin er eins konar trúarjátning, hún er bara heyr Ísrael, drottinn er vor Guð og drottinn einn. Bara Shema heitir hún. Og menn skrifa þetta á blað og setja í lítið skrín og líma það á, svona trúaðir líma það á útidyrnar hjá sér. Þeir snerta það þegar þeir fara Það er Ég ætla að hlaupa hérna yfir dálítið að myndum. Þetta er Talmúd. Ein útgáfan af Talmúd, Babýlons Talmúd. Já, kannski sýna ykkur hérna aðeins Jerúsalem fyrst að hún er hérna ekki. Þetta er sem sagt Mösteris-hæðin, hérna er Al-Aqsa-moskan og hérna er Klettadómkirkjan. Og hérna er Grátmúl á þessu. Þetta er sem sagt, þessi veggur hann hefur varðvist að einhverju leyti frá tímann Heródes. En hitt er yngra. Þetta er, og hérna í Klettakirkjunni þar er þessi klettur þar sem að drottinn stóð þegar hann skapaði. Já, ég ætla að sýna ykkur hérna mynd af klettinum. Hérna ofan á hann. Og hér sjáum við gyðing og hann er með bænabók sem menn eiga að biðja bænir og bænabókin heitir Siddur og þær eru mismunandi dálítið eftir því hvort að er að ræða austurgyðinga eða sefarda. Hann er með
Hann með bænaskjal segi ég. Það skjalið sem hann hefur yfir öxlina og á bænaskjalinu eiga að vera 613 endar. Og 613 summan af þessum boðum og bönnum í Tóra. Og hann með húfu sem heitir kippa eða jarmulka á jiddísku. Og það nú deilt það af hverju það en allavega trúargyðingar að vera með það. Og svo hann þarna með, hann með svolítið hylki því sjá ég hérna á enninu, eins og hann sé með vasaljós, en það í raun og veru hylki, þar sem að í ritningagrein. Og þetta heitir tefillín, þetta hólf þar sem að ritningagreinin í. Þannig að það mjög trúaður. Það í útlegðartímanum í Babýlon sem þeir þróa með sér þessi megin einkenni í trúarlífinu eða megin trúarsiði sem einkenna þá. Þeir til dæmis taka þá upp sabbat eða hvíldardaginn og fara að iðka hann og þeir koma sér upp synagógunni eða samkunduhúsinu sem líkara kannski safnaðarheimili heldur en kirkju. Það ekki heilagt hús eins og musteri var, það heilagt sem gert inn í því en ekki húsið í sjálfu sér. Þannig að það líkara safnaðarheimili. Og það verður til þarna. Þeir búin að missa musteri þeir í útilegunni og það verður til þarna þessi staður til að eiga helgihald og samveru. Og það öðruvísi heldur en aðrir að gera þarna. Og þeir taka þarna upp líka Tóra, þeir skrifa Tóra, þeir taka upp umskurnina að skera framan á tippinu á strákum. Það virðist ekki hafa neitt sérstakan tilgang nema kannski það neitt að vera öðruvísi. Þeir lögðu upp úr því að skera sig úr. Við jú Guðs útvalda þjóð, við ætlum að passa okkur að hafa mörk á milli okkar og hinna sem það ekki. Og þeir fundu að því virðist upp síði, eins og til dæmis sumt af matarsíðunum, til þess bara einfallega undirstrika það við ekki eins og þið. Við drottins útvalda þjóð. Og kannski það, eins og við höfum nefnt, lykillinn að mörgu böli. Ef að menn taka þessa afstöðu að segja við Guðs útvalda þjóð, við ætlum ekki að vera eins og því hinn, kannski verða menn þá óskaplega ergilegir út í það. Já, sabbat, það hann byrjar eftir í sólsetur á föstudögum og þegar að 3 stjörnur sjást á himni á laugardagskvöldum þá sabbat búinn. Það má ekkert gera meðan sabbat stendur yfir. Það má ekki vinna neitt, það má ekki elda einu sinni með að vera búnir að því. Það allavega geti komið skeiðin upp í munnin á sig, þeir svo passa sem með að gera ekkert, þeir sem trúaðir. Og hvernig í veröldinni, þetta stendur auðvitað í Tóra og komið það, hvernig í veröldinni á maður að túlka þetta ef maður býr í Reykjavík og alltaf skýjað í nóvember og maður sér ekkert hvernig stjörnurnar koma og svo framvegis. Það þessar túlkanir sem að rabbínarnir gera. Og rabbínarnir eiginlega koma til í útlegðinni líka. Þeir eitt af þessum breytingum sem að verða á lífið þeirra í útlegðinni. Má ég bara Já. Já, þetta má ekki nefna, bara innskot og ég vera hérna. Ég vildi bara nefna það að vegna sabbatsins að þeir strángtrúuðu mega ekki, eins og Jón nefndi, kveikja ljós, ekki kveikja kerti, ekkert sem heitir vinna. Þeir eiga að vera í nánu sambandi við Guð og það hamingjan. Þess vegna þurfti að elda matinn og matur sabbatsins var náttúrulega hátíðismatur, en hann var alltaf kaldur vegna þess að þið gátt ekki kveikt á kerti eða gátt ekki séð að elda eða hita matinn. Þannig að mér datt í hug að þessi nýja öld sem við lifum núna, það eiginlega
Það hérna stórkostleg öld fyrir strangtrúamenn vegna þess að nú geta þeir látið tölvukerfið vinna með alla svona taka sem þarf að kveikja á til dæmis ristavélum og svona. Men þetta, ég vildi bara benda á þetta, þetta ég hef heyrt þetta var mikil blessun. Já, hérna sýnagógan, þessi nú á vísu í Prag, við þurfum þangað í ferðalag og sjá svona. Þarna salur í Kjær og þarna Tóra geymt. Já, þarna í þessu þarna inn í skápinn vegg og dregið fyrir. Síðan salur og handan við sem hinum megin við sjáum það bara vegginn, þar eru konurnar. Þær mega ekki vera í sýnagógunni við helgiathafnir nema aðskildar og það trufla bænir karlmanna. Þarna utan með eru byggingar sem voru notaðar eins og til kennslu, funda og annað þess háttar safnaðar heimilisfunksjónum. Ég ætlaði að það væri mikill bálkur að tala alla tímamóta dagana á æviferlinum og alla hátíðisdagana sem þeir halda heilaga. Ég ætla ekki að nefna því, bar mitzva samsvarandi fermingunni. Og þá fara drengir og í sumum söfnum núna stúlkur líka í fyrsta sinn að lesa opinberlega úr Tóra. Þá tróða þeir upp og sýna að þeir kunna það. Bar mitzva heitir það. Og svo eru hátíðisdagar, aðalhátíðisdagurinn og svo mikilvægasti Jom Kippur, friðþægingarhátíðin, þar sem þeir gera einlega reikningsskil og bæta, sem gera upp þessi hversu hlýðnir þeir hafi verið, hversu vel þeir hafi fylgt fram boðum drottins. Það eins konar helgiathöfn að hlýða, bara það að hlýða boði drottins, það eins og messa nánast. Jom Kippur friðþægingardagurinn, það seinna varð svo stríð á þeim tíma og Jom Kippur stríðið þegar kom fram á seinni hluta 20. aldar. Ég ætla að nefna 3 trúartákn. Það menóra, þið hafið eftirlíkinga af menóra hérna í glugguna, það eru þessi 7 arma stjakar. Þeir eiga, þetta nú held ég ekki eins og það í gyðingdómi, heldur eru það svona alvöru stjakar. Hérna Tóra geymd bakvið. Hérna gyðingadrengur að lesa við bar mitzva með grafreitur. Hérna ekta menóra, svona ljósa stíka með 7 örmum og þessi 7 armar þeir tákna áttirnar, suður, norður, austur, vestur og upp og niður og þá einn eftir og það staðurinn hér. Hann jafngildir á. Og menóra sem sagt á rætur að rekja til þess þegar þeir voru í eyðimörkinni með tjaldbúðirnar þar sem þeir geymdu inn í steinana, boðornin, að þá mátti ekki ljós koma inn í tjaldbúðina. Það mátti ekkert utanaðkomandi ljós koma inn í hana, þannig að þeir fundu þessa menóra, þessa ljósastíku upp til þess að lýsa tjaldbúðina innan. Seinna var svo menóra í musterinu og seinna var henni rænt og í Róm þessi mynd sem sýnir það þegar að Títus eftir 70 eftir Krist, þegar þeir höfðu brotið musterið, Rómverjar, og lögðu það undir sig, þá fóru þeir í sigurgöngu heim í Róm og þá voru þeir með menóra í hluta herfanginu. Og þegar Alarik Gotakonungur árið 410 svo lagði Róm undir sig, þá stal hann þessari menóru og hún týndist syðst á Ítalíu. Þetta menóra. Og svo Davíðstjarnan, ég er ekki með mynd af henni. Davíðstjarnan miklu yngra tákn, hún brottin upp í Evrópu, Prag að því að menn halda bara á miðöldum, en sem sagt núna
sem sagt svona mjög viðtekið tákn í Ísrael en sem sagt ekki gamalt. Og ég ætla að sýna þetta hér sem að þessi litli stokkur heitir Messua og í henni er handskrifuð bæn og þetta er það sem á í raun og veru að hengja það utan á dyrnar og snerta þeim en fara þeim. Og hérna er gripur sem heitir sjófar, það er hrútshorn eða hafurshorn sem að er blásið í á sérstökum hátíðisdegi og á hverjum, ég held að það sé gert líka alltaf á föstudögum fyrir áður en að sabbat byrjar þá er blásið í sjófar. Og þetta hrútshorn það er til minningar hrútinn sem að allt í einu var staddur við steininn þegar Abraham ætlaði að fara að skera Ísak son sinn á háls þá kom engill og greip í hendina á honum og stoppaði það og svo allt í einu birtist hrútur, menn er mjög þakkláttir þessum hrút því að hann kom þá í staðinn fyrir að Ísak væri fórnað og það hefði náttúrulega getað haft á hann ansi slæm sálræn áhrif að fatta það að pabbi sinn ætlaði að fara að drepa sig en hún var hlíft við því. Já, hér er sabbat, hér er sem máltíð, fjölskyldan safnast saman og borða þeir og borða egg þarna, er það í lagi Þorleifur? Ekki samkvæmt Tóra. Já, ég veit ekki, það kannski að hringja í þetta fólk og já, þetta er kannski hveitíkum. Getur verið. Hvað erum við með hérna fleira? Grafreitur, þetta er grafreitur gyðinga í Prag, þeir eru sem sagt, það er mjög þéttir grafreitir víða í Evrópu þar sem að þeir hafa verið grafnir, þessi er sem sagt í Prag. Hérna eru umskurðartækin, það eru ófaglærðir menn, það eru bara trúarleg athöfn, umskurðurinn. Ég held að hann sé gerður 8 dögum eftir fæðingu. Þetta eru tólin til þess og það er trúarlegt mál, það er ekki heilbrigðismál. Það er engin skýring sem menn kunna á því af hverju þetta sé gert annað en bara þetta. Að í einu samtali Abrahams og Javes þá segir Jave að hann eigi að láta umskera alla og bara það er gert. Já. Þegar Íslandstrúarmenn gera þetta líka og það hef ég heyrt að þetta hafi með hreinlæti að gera. Það eru til alls konar sagnir það og rökfærslur, já. Spurt var hvort að þetta hefði með hreinlæti að gera og það er oft sagt en dregið líka í efa að það hafi í sjálf sér einhverja slíka merkingu. Þannig að menn vita, ég held að það sé bara heiðarlegast að segja að menn hafi ekki hugmynd af hverju þetta er gert nema að það væri til þess að undirstrika þessa sérstöðu. Og þegar múslima fóru svo að gera það þá er það einhvern veginn arfur sennilega frá gyðingum. Hér er verið að umskera. Já, hérna er Tóra geymd bak við inn í skoti í synagógunni og þetta skot vísar í áttina til Jerúsalem og hún er tekin þarna út í upphafi guðsþjónustunnar og þá er henni haldið á lofti, hún er ekki bók, heldur svona rullur, henni er haldið á lofti og lesið úr henni. Oj, nie kupuj mi bułeczek, ani nie lej łez. Jadę służyć w carskiej armii, Iwan wezwał mnie. Oj, 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 Joszkę jedzie precz. Nie lej łez, a co tam właśnie lej? Kto mi kupi nowe loczki, gdy nie będzie cię? Joszkę, za pannami nie oglądaj się. Oj,